too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Tapsára hlustendur, hitti ég á réttan stað. Við glemdust headsetin heima. Þetta gott, þetta fálega góð byrjun. En já, sagði ég tapsára hlustendur. Já, sagði það. Ef það skildi að fara fram hjá ykkur þá voru þið rétt í þessu að byrja að hlusta á Tveir á toppnum. Hlaðvarp án hliðstæðu með dýnamíska blaðamannadúinu Oddi Ævari og Tóta. Þetta kuvera þáttunúmer #142 og nýjastaðin Óskarsverðlaunahátíð verður í einhvers konar brennidefli til málamynda minnstakosti. Aldrei vekja mig áður. Já, aldrei vekja mig. En reynum samt fyrst að valda vettlingi dagsins. Oddur, þú kemur úin eins og rókbarinn harðfiskur beint úr kvöldréttum sínar. Já. Og veist allt hvað yfirvofandi forviðrið. Allt veðrið. Núna hvað, við erum að taka þetta upp á 5. sköldi. Það eitthvað ógeðslegt veður, væntanlegt í nótt. Í gott. Já. Og á okkar aðfaran á föstudagskvöld. Bara eiginlega á öllu landinu, sko. Sérstaklega á Norðurlandi og Vestfjörðum. Þar eru snjóflóða viðvaranir. Já. Svo bara, já, þetta líka á Suðurlandi og líka á Austfjörðum, sko. Þetta bara svona skiptist á, það eru svona gula viðvaranir bara all land. Þannig að ég set nú alltaf svona steinhullunga á ruslatunnulokkin hjá mér þegar að byrja að blása í Vesturbænum, sko. Snitt. Það alveg líkur á að já, pappir fari á flug. Blæs ekki alltaf í Vesturbænum? Jú, það er bara alltaf spurningum bara áttina, sko. Já, stundum hún hagstað. Já, stundum hún hagstað. Já, herri, þetta var bara helviti góðu fréttatími hjá okkur í kvöld. Strax á eftir þessum hamfara veðurfréttum, þá var bara frétt númer 2 fjallaði umtölustu Netflix-myndina þessa dagana. Tómas Arnar Þorláksson, kíkt á þetta. Inside the Manosphere með Louis Theroux. Er þetta ekki sérþáttur það? Jú, þetta er náttúrulega. Er það ekki? Við fyrir eiginlega að gera það. Þetta er ekki allir að tala um þetta. Já, það er allir að tala um þetta. Þetta var önnur frétt á sín. Ertu búin að horfa á hana? Já, ég horfa á þetta. Já, það sem gefur fram alltaf þessi frétt sín er að þetta náttúrulega tegir ángasinn til Íslands og þau eru farnir kennarar og svona, ég man ekki, þú veist, eru farnir að taka eftir allan að hegðunumistri á strákum. Þeir koma ekki eins vel fram við konur sem eru náttúrulega meiri hluti kennara. Já, sem ótrúlegt á döminum að því von, sko. Maður hélt einhvern veginn að þetta væri að alltaf ég bara hélt að þetta væri svo löng og ég meina, þú veist, þetta eru sko, þá væntanlega þessi strákar sem eru að láta svona, þetta eru væntanlega sko, hvað, er þetta á þínum aldrei eða yngri en þú? Já, ég myndi halda að þetta var yngri, sko, ég er náttúrulega svo gamall. Já, nei, ég er alltaf hefur sko hvort að þetta sé sko alltaf mín Gen X sem sé að bregðast í foreldrahutverkinu, sko. Men ég held eiginlega að sé svona semi, sko mín kynslu sem er að bregðast í foreldrahutverkinu. Já, þetta er barna kategóriðan mín, sko. Þetta er nákvæmlega hann, já. Nei, ég bara, ég sko, ég getur svona sparað okkur, ég horfði á þetta, ég var eiginlega bara veistu, ég er ekkert blindur, sko við fylgist alveg með kringum, en ég var svona bara, veist, hvernig er hægt? Þarna er sem fyrir þau sem hafa ekki séð mynd og eru hlusta og veit ekki hvað þessi Louis Theroux er. Louis Theroux, hann er alltaf þekktur fyrir að gera heimildarmyndir heimildarþætti og ég man að ég horfði miklu meira á hann einhvern veginn þegar ég er yngri og hann er mikið svona, það sem hann gerir er að hann fer til fólks og bara eyði tíma með fólki og hann er eiginlega bara, þú veist, og ræði bara við hann er ekkert mikið að setja sig á háan stall. Nei, hann gerir þetta mjög vel, hann er góður spirit. Ég var að sjá hann í fyrsta skipti, sko. Ég hef aldrei séð neitt. Hefur aldrei séð neitt með honum? En Dóra þekkir hann mjög vel, sko. Alveg, ég horfði alltaf okkur að klippu með honum, sko, þegar hann var með nýnasistum í Bandaríkjunum. Og hann var svona að býta akkurat, þú veist, og það bara svona hárið að tala sko nýnasista sem voru bara búin að sko raka á sér hug og voru með hérna bara hakakrossin skinheads. Og hann er bara svo ótrúlega góð hann er ekkert að dæma svo, veist, þá í þeirri heimildum þá var hann augljóslega að hanga með fólki sem var rosalega öðruvísi heldur en allir aðrir en hann fer bara hvað er það að fara að gera það? Ok, erum við að fara að gera þetta? Ok, ég kem með þér og akkur er þetta að gera þetta og þú veist, svo bara svona, þannig kemst hann einhvern veginn að og þannig er hann að hanga með þessum mönnum sem eru svona stærstir í þessari þessu karlakvolfi. Já, karlakvolfi, já, segir maður ekki það? Jú, þetta er bara gufu heimska kvolfi, sko. Já. Nei, ég var alveg bara, sko, hvernig er hægt að vera svona heimskur? Ég næðis ekki. Nei. Ég er náttúrulega, sko, margfaldur uppalandur, sko. Ég var fullt af börnum, flest uppkomin, en ég meina, ég veit ekki. Það eru peningar, Tóti. Það eru svo miklu peningar í þessu. Já, ég veit það. Það get ekki allir grætt, sko.
Þetta svo alltaf sko incel ultimate loserarnir sem að ætla að vera svona æðislegir eins og þessir meint æðislegu menn þeir geta náttúrulega að drjóða það og þá myndur náttúrulega business modeli hrynja hjá þessum ábjálum við tökum þetta í næstu viku, þetta loður það? Já, tökum þetta í næstu viku að þeir núna náttúrulega Óskarinn Já, það Óskarinn en þetta söguna frá því þegar ég hendi nýnasistanum út af barnum á Hlemmisguðar Mér finnst eins og ég hafi heyrt þessu sögu Ég ekki vissum að toppfólk sem líka Facebook-kópur hafi heyrt þetta Ég held til á þessum bar hann var alltaf að fara á hausinn en það 2013, 14, 15 og þetta var hótel og hostel en það var alltaf morandi útlendingum kannar, brettar mikið írar og svo bara var þetta fólk bara svona chilla í lánsinu og drekka þá kemur einhver íslenskur bagani sem lætur svona dólgslega snóðaður svo fyrir hann að fletta sér klæðum og svona sína fólkinu hakakrossana og játtkrossana og öll tatúin sín og þetta þetta sami gæði var hent út á Túkas Já, ég veit Túkas sem í sama húsnæði og þú hendir nýjast þegar ég sá fréttum þetta á Túkas þetta það sem var það sem Túkas og þetta ekki samstæðan vá hvað Túkas góður hambúrgar Já, ég veit það Ég var náttúrulega þetta var síðdeis ég bara fór beint á Ríkisstjórn og séu heyrt alltaf á Hlemmisguður og fekk mér ég misti viski eða rom eða eitthvað var hann að vera slampaður en ég tekið ekkert alveg ég held að Íslendingar veit ekkert hvað á bakvið þessi ták sko. en svo sá ég bara að fólki bara leið líkamlega illa sá bara fólk bara hrætt og bara þetta var meira heldur en bara haka já, játkrossin og eitthvað sem bara Nei, ég bara hend honum út sko. Tók hann bara Var svona sterkur var hann ekki stressað mótið? Nei Kom ekki til handa lögmála? Sko, hann var gott að sagt að ég ætti að vera marg dauðu sko, eftir ævintýrin á Fylliríu Ég er aumingin alltaf líkamlega en ég var svo ógnandi og hún séð mig stigmagnast í ógninni eftir því sem var Fylliríu sko. Hann lagði ekki í mig sko. og ég líka hlaði í leðujakkanum Þú varst í leðujakkanum? Já og þakka leðujakkanum fyrir þetta Já, og ég sagði líka eitthvað ljótt nasismann og dolla og svona við henni í leiðinni sko. Hann fór bugaður og brotinn bara Nei, en þetta gerir mig bara grein fyrir því sko, þetta fyrir fólk bara, þetta er náttúrulega bara hvort sem eru Evrópubúar eða Bandaríkjumenn þetta er náttúrulega allt sko bara afkomendur þeirra sem að börðust og létu lífið í baráttunni gegn þessu tísku fyrirbæri núna, fasismanum sko. Og það fólki var bara það var sjokkara sko. Íslenskt eitthvað fífl eitthvað voða montin eitthvað með tatu þetta er galið þetta er algjörlega galið en við tökum þetta föstum skorum Já, þetta er auðvitað ógeðslega áhugavert ég er náttúrulega fátt sem heilla mig meira en sko að fá innsinn inn í hausin og heimsku fólki sko Já Þetta er bara líka algjörlega slá í gegn. Það óhætt að segja að við mælum með þessu. Biðjum hlustendur að horfa og koma svo ferskir inn í næstu viku við tökum upp. Tökum upp þennan þátt. Það er eins gott að við erum ekkert alltaf að standa við stóru orðin sem að falla hérna. Það er verið góður í að svíkja hlustendur. Helviti góður því. Svo náttúrulega erum við náttúrulega eiginlega með allt niður okkur. Náttúrulega svo framvegkomum við byrjar að vinna saman. Hann verður alltaf rosalega uppteknir báðir alltaf í vinnunni sko. Það er mikið álag mikið að gera, mikið álag sko. Það er mikið álag Svo er ég búin að vera veikur aftur Þú ert alltaf veikur? Já, þetta var næstu 2 vikur í febrúar og fjallinu þáttur sko. Ég maður Svo bara aðfara nótt laugardagsins núna þá bara vaknaði Gussi með bullandi hita og bara leið og hann verður veikur þá bara finn ég bara hvernig kerfið hrýnir hjá mér sko. Við erum bara búin að vera veikir Ég er veikur Heyrist ekki? Ég heyra Alveg glata, þannig að ég hef ekki farið í bíó sko, ég veit ekki síðan hvenær og ég hef ekki komist í hana Melaníu sem við vorum búin að lofa hátíðlega Ég er ekki sem búin að horfa á hana við þetta ekki Oh my god Við ætlum ekki að taka hana í Hvernig ætlum við að gera það? Ég meina það er Óskari, við verðum að hafa Óskar Við tökum alltaf Óskarstað, við gátum ekki Melaníu er líka náttúrulega síkil sko Við eigum hann einni Já, hún byggur líka einhverja sneiðar á sig Óskarnum það er ekki að setja að gera alls konar heimildamindir líka fólk að máta skó í Tóti að þegar núna var rosalega
erfitt að sjá Óskarinn á Íslandi. Ég sá bara sunnudagskvöld, fólk var bara hvað getið horft á Óskarinn, hvað getið horft á Óskarinn og bara, það var varla hægt sko. Fólk var að pjenna sig í gang og bara að finna einhverja húlu áskrift einhver staðar og Nei, ég horfði eitthvað á þetta og ég held ég geti alveg bara næstu játa það sé bara næstu 10 ár síðan ég horfði síðast á þetta. Í alveg. Löngu búin með sá hana. Þetta er svona þetta er alveg svo leiðilegt. Þetta er mildly interesting sem er rosalega skrítið þetta er Hollywood-stundum þetta er svona við vinnum okkar. Þetta er fólki okkar sko og svo ég var nú stundum að lýsa þessi beinni textalýsingu á vísi.is þetta var way back sko. Og þá opnaði ég alltaf á því sko því að uppáhaldið mitt var alltaf byrjunin, rauðitreigillin sko og þá var það sko ólympskuðir voru að tíma stíga niður sko og það er alltaf mest gaman en þetta hefur verið svona eitthvað neina svona þinnast út. Já, núna var sýnt á svona highlights á sín 2 dögum síðar sem er nýr lágpunktur á Íslandi sko. Þetta hefur vel verið sýnt sko daginn eftir þetta hefur vel verið sýnt í sjónvarpi þetta hefur vel verið sýnt í beinni í sjónvarpi og síðan hefur verið sýnt svona highlights daginn eftir núna bara 2 dögum síðar eitthvað highlight þetta er bara þetta sýnir eitthvað ég nefndi ekki það líka verið að tala þetta fara á YouTube er það ekki á næsta ári? Jú, næsta ári Hvað er þetta komið á? Nei, sko ég náttúrulega nefndi ekki að bera með eftir þessu svo náttúrulega var ég veikur þannig að ég held ég hafi sko kynnt mér úrslitin á þriðjudeginum og las ég uppgjörsfréttinu á vísi.is sko þannig að ég var alveg bara át af veit sko en ég tók mig eftir ég hafði mjög skemmtilega gagnrýni í The Times og Sunday Times og gaurinn það segi bara Sean Penn bara gerði rétt sko með bara hann mætti ekki Nei, hann mætti ekki hann vann Óskarinn fyrir besta aukahlutverk í One Battle After Another sem var náttúrulega sigurveri kvöldsins sem var svona tók fram úr Sinners það var eitthvað allir búin að ákveða Sinners væri eitthvað geggjað ég er mjög fegin að það rættist ekki en ef við verum stjórnmálaskýrin þá myndum við segja að Sinners hafi toppað of snemma en ekki og svona misti alveg dampinn og var svo aftur einhvern veginn að ná viðspyrnan í restina en One Battle After Another hvað tapaði einhverjum orðstum en mannstríði og þetta fór 4-6 og náttúrulega sama stúdíu á baku Sinners og One Battle After Another Warner Brothers þannig að þetta er alveg með núna það er langt síðan að eitt stúdíu fekk svona mörg velun og þetta er einmitt við að tala að þetta sé kannski svona tákgrænasta við þessi Óskarsvelun að þetta gerist rétt áður en einhverjir Trump-vinur í Paramount ætlar að kaupa Warner og þannig að þetta gerst kannski svona síðasta sýnisotni af því að það er hægt að gera frumlegar og sniðuga myndir eins og One Battle After Another og Sinners áður en að bara ljósum verður slögt. Heldur það? Nei, það er verið að tala um það. Þetta er bara bíó eins og við þekkjum að sé bara í kritikal hættu, sko. Jesus Christ. Ég veit, sko, stærsti sögutráin. Já. Kvöldinu, viltu vita hvað mér finnst? Já. Hinn kornungi. Já. Timothy Chalamet. Hann var settur á bekkinn. Já. Gert að bíða lengur. Já, hann er bara gott að því. Og ég var nú að lesa það var mikið að greinum, sérstaklega á mánudeginum daginn eftir furðulegt markastarf í kringum Marty Supreme að það hefði verið það sem að bara endanlega bara gerði út hans vonir það getur verið og eitthvað furðulegt Zoom-viðtal skils mér það sem að það var bara óvist það sem að hann var einhvern veginn að tjá sig man ekki alveg efnislega hvað en það var vist mjög óvist það var þegar maður að tala um að ballett og ópera væru eitthvað dæmi fortíðar og enginn nefndi að sjá svoleiðis bara fær bara old school menningar er líka trill Conan O'Brien gerði náttúrulega stólpa grín á hann hvað akkur á hann að tjá sig þetta? Viltu mig teka á þetta? Já, en það sem gerist er að þú veist, hann náttúrulega vinnur Golden Globe og hefði örgulega unnið Óskarinn en það er eins og akademien hafa verið bara herri, nei, af því Michael B. Jordan Michael B. Jordan verið Sinners Óskarinn, er það? Sko, nei, í rauninni ekki en það var samt einhvern veginn eina leiðin til þess að sko, einhvern veginn skera Sinners úr hæpsnörunni með einhvern stæl af því að besti leikari aðalhlutverki eru náttúrulega bara aðalvellunin sko, þannig að svona smart sko, en ég held að hefði Leo ekki átt að fá þetta? Leonardo DiCaprio Jú, eiginlega var hann sko eiginlega helst sko með Timothy Chalamet ég held að
Hann er alltaf kornungur. Já, hann er 30. Hann er 30. Já, hann er yngri þú. Hann er 2-3 árum yngri þú. Hann er ekki mikið yngri. Nei, en sko svo er hann greinilega svona, ég held að þetta sé eitthvað stífum til höfuðs. Hann er svona, það var að tala að sko svona þetta plöggur í honum í kringum Martís og Prím hefði verið meira pong heldur en ping eða eitthvað. Já. En sko hann getur líka bara alveg verið rólegur. En ég held nefnilega að hann hafi innst inni þessi litli hrókagíkur. Við vita að hann væri ekki að fara að vinna þetta og hafi þess vegna að droppa þessari bombu til þess að geta já, ef ég hef nú ekki verið að móðga gamla fólk í akademíunum með að dissa ballett og óperu þá hefði þetta verið in the bag sko. Hann er 30 ára, það er rétt þér. Já, hann er 30 ára 95. Og hann hefur verið tilnefndur 3 svar. Hann mun einhver tíman fá þessi velun, hann þarf náttúrulega bara að bíða ef við gefum okkur hann lendi í saman Leonardo DiCaprio þá þarf hann að bíða 20 ára viðbót. Já, en sko samt er ekki glæsilegt að vera 30 og vera komið með 3 tilnefningar in the bag einhverju tímapunkti ég meina það heldur bara að þykja mjög fínt og svo náttúrulega eitthvað verið ekki kepp eitthvað sko Marlon Brando sem var eitthvað yngstur til þess að fá þessi velun en bara sorry Timothy you ain't no Marlon Brando það er bara vant að svolítið upp á það en þetta er sem svona rosalega mikil pólitíka þegar Michael B. Jordan þú veist, ég er hérna alveg bara þú veist, við hlustum að sjá þetta ekki en ég er með svona skeptíska svip sko, þú veist, Michael B. þú veist, frábærleikari og náttúrulega að leika á móti sjálfum sér þú veist, ég er með Ironsvík-velun fyrir þetta sko í late 80s fyrir þetta Ringer sko, þá var þetta alveg bara fenomenal að það var hægt að splæsa saman hann að filmina hann var að leika á móti sjálfum sér en ekki það nýtt en ég náttúrulega bara ennþá, ég skil ekki þetta hæpi kringu sinni, svo bara fólk verður margt mjög reytum og hneykslað á mér sko, en það er ekkert merkilegt það er einn mjög sterk mikið latándi í toffólki sem tala bara að þetta hafi verið frábæmynd sem hafa átt þetta skili bara mjög mæti maður ég sá nú að hérna fyrirvændi eiginkona mín og félagi í kvikmyndaglápi Láratug og Anna, hún var mætt líka en þetta er bara mjög vel gerð snotur, vel leikinn, frábært tónlist þetta er bara basic vampírumynd það er ekkert nýtt að frétta ekki neitt. Það er eitt sem ég var ánægð með Óskarinn að okkar kona í Weapons það var svolítið mjög töff sko. Hvað heitir hún, Amy Madigan hún náttúrulega er ekkert kannski sérstaklega þekkt en hún er búin að leika hana í mörgur hún er búin að vera sko round forever Amy Madigan og það heldur sér 40 ár síðan hún var tilnefnd síðast sko. En þú veist, ég var búin að gleyma að Weapons væri þú veist, í þessu rönni mér fannst hún að vera í fyrra svo voru Kollu Bergs í kaffum daginn þá var hún nýbúin að sjá Weapons og var alveg upp í 3 hvað þetta var gott sko. En ég bara hélt með henni sko. Ég er ekki endla vissum að hafa endla verið kannski mest verðskuldað sama með hana og Sean Penn í bestu aukuleikarinn þetta er svona skrýpó þetta eru bara svona skrýpó þetta eru karikatúrar af manneskjum einhvern veginn og Sean Penn var frábær en þú veist hann bara stungi plögg upp í raskætti á sér og verið stífur sko, þetta var ekkert, ég held að hann ekkert verið að flexa Varst það ekki rífin það? Jú, algjörlega, en mér fannst þetta ekki eitthvað afrek Vinur þáttarins, Birgir Olgeirsson hann var ekki hrifinn af Sean Penn hann sagði bara, heyri, það getur hver sem þóstu vera með hérna þóstu vera með príkubér það getur hver sem haldrað sagði Biggie ég skilur hvað hann er að fara sko. Og hérna, þannig að sko ég er náttúrulega mikill Sean Penn maður og ég er hrifinn á hann að mæta ekki það er náttúrulega málað upp eins og það sé ykkur dauðasök sko. hann var náttúrulega svolítið upptekinn hann er að bjarga Úkraínu mér finnst það líka bara hann er, ég veit ekki kannski, sko, þú er kannski ungur sem minni hann var alveg ríkalegu bad boy þegar hann var ungur up and coming sko. Já, eitthvað svona minningar af því alveg sko, berjandi ljósmyndara hægri vinstri og bara tutti við Madonnu þegar voru hjón sko. Hann Charlie Sheen voru vinnið ekki? Jú, hann var nú eiginlega eini svona eitthvað frægi maður sem talaði í þessari heimildamyndum Charlie hérna á Netflix daginn og auðvitað hefur hann mýkst og mildast og er náttúrulega frábær leikstjóri og frábær leikari en hann dissaði þetta allt, hann mætti ekki á neitt nema Golden Globe til þess hvað að kveikja sér í sígarettu on camera innan hús og gera allt brjálað sko. Hann er það er svona nettin mikil orki í honum sko. hann þarf að vera ennþá greinilega svolítið svona rebel sko. En mér fannst það eiginlega svolítið leil ég hélt nefnilega með þetta eiginlega Delroy Lindo og hérna sem best aukuleikurinn fyrir Sinners hann var ógeðslega góður, en eiginlega samt ekkert fyrir Sinners þetta er bara ógeðslega góður leikari sem er búin að vera góður alltaf
og þetta svona, hann alveg mátt fá svona Martin Landau verðlaun þannig að hann fekk fyrir Headless Horseman og Samuel Jackson tapaði í Pulp Fiction og sást segja bara shit sko þetta var án reyður og Delroy Lindo það var tekið til að hann klappaði ekki fyrir hinnum fjärstadda Sean Penn sko shit sko. En annars var nú sko á þessum Óskarsverðlauna þessari hátíð núna það var ekki það var engin svona big headline það var ekkit eitthvað mikil skandal, það voru engin að fá villus velun Nei, og í rauninni kom þetta ekkert voru mikið óvart mér varst það ágætt þegar annar stórvinnur þáttarins Magnús Jókum movie kritiker vísis og mikill meistari hann náttúrulega postaði uppgjörsfréttinni sinna vísi inn á Toppolk og eiginlega allt eftir bókinni og þetta var ekkert voðalega mikið surprise það sem að var að fokka í okkur og gera okkur erfitt með spána ég held í alvörinu að þetta sinnishæp myndi bara í alvörinu verða að veruleika sko, og það skekti spálíkanið hjá mér sko. Ég var náttúrulega algjörlega út af þekkjum ég spæði náttúrulega Marty Supreme Sigri sem var náttúrulega í sjens Nei, en svo sko þetta samt að ég veit ekki, mér er náttúrulega gaman að hvað fólk getur mikið verið sko fúlt og æst sér mikið yfir þessu en þú veist það verið svona nokkur neginn svona einhugur að hún Jessie Buckley hafi átt að fá bestu leikurna fyrir Hamnet en ekki Kolla Bergþór sagði hún hefði bara ekki keypt þessa persónu í Hamnet þannig að það hefði bara verið eitthvað bara gólandi nútíma kona verið komin í Shakespeare tíman sko en Já, svo akkurinn fannst mér réttlættis kendi mín eða krafðist þess að brasilíska Secret Agent myndi fá bestu erlendamyndin Sentimental Value tók það Já, maður gerir eitthvað ágreining það sko Ég búin að sjá Kóra sko ég mjög pirraður yfir því og það ég kenni bara Bíóparadís það ófarið Já, sýningatímana Get ekki sýnt á almennum tímum En það maður ekkert að æsa sig við því og ég hefði líka náttúrulega ég hefði mátt velja sjálfur vinner í bestu aukaleikari þá ég náttúrulega alltaf valið Stellan sko Skarsgård sem náttúrulega bara okkar maður Já, svakalega alltaf að fá öll verðlaun svakalega góð maður en þetta er náttúrulega spratti broslega umræða Akkur normenn að fá Óskarsverðlaun en ekki við Íslendingar Já, það held ég er ekki búin að greina þetta einhverjir spekingar þar því að Íslendingar náttúrulega aldrei með plan í neinu það er ekki tilvílin að Danir gera ógeðslega góða löggu og spennu þetta og hafa gert það núna bara árum saman og norðmenn bara búin að vera með bara sko skýra stefnu í kvikmyndamálum þetta svo Danir, þetta er þjóð sem á engar auðlindir en ég meina þeir fljóta bara hönnun þá var náttúrulega bara sko mjög skýr hönnunarstefna og það sko haldið utanum þetta í landinu sko ítt undir þetta Íslendingar náttúrulega kunna þetta ekki geta þetta ekki Einhverjum myndi segja norðmenn eiga peninga við þeim ekki peninga Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun með skoðunastöðar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Já, það er svona búið að framleiða alls konar dóti þetta sko og sumt sem hefur verið gert íslenskt á Íslandi bara kosta alveg sko svimandi upphæðir sko en jú, þetta er enorm peninga en það þarf meira pening lítil sætt ódýr indímynd getur verið sko stórvirki það er bara að Íslendingar eru þeim fer betur að skemma hluti og glutra niður tækifærum heldur en að vinna úr þetta er ekkit hann er skoður já, ég er alveg fít sko bara helst ekki tala við voru þjóð svo sko það var aðalega þetta Timothy Chalamet dæmi, sko, sem ég vildi mér langaði kannski aðeins að fá þetta spá fyrir mér bara spá það með mér sko er hann ekki bara, ég held að hann sé bara komin í Leonardo DiCaprio bara bannið sko já, getur verið og bara til upprýðunar Leonardo DiCaprio sko bara lék í einhverjum geðveikum bíómyndum trekk fekk aldrei vel hann fekk ekki velum fyrir hann sko bjó hann úti einn í óbyggðunum í óbyggðunum í myndina hann stundum ertu
stundum þetta óhefinn, stundum ertu bara alveg að glansi mynd, þá bara einhver annar bara, sem bara betri, sko það bara þannig en ég veit ekki Vanljó sér eitthvað til óhelgi atvikaðist þetta ekki bara höfum við einhvern veginn að vita það hefur það einhvern veginn komið fram hefur ekki samt verið eitthvað svona anti-Leonardo DiCaprio Jó, það ekki meiri sem ekki þegar það kom í ljós hann ætla aldrei að vaksa upp úr að vera með 23 ára stelpu eftir að hann var orðin 50 Já, mér finnst það eiginlega mögulega fyndasti sem það er allir grínistandi núna búin að gera grína eða hann einmitt bara deiti bara hvað konu sem yngri en 25 eða eitthvað 27 eða eitthvað og ein sem var á Golden Globe sagði bara sorry fyrir ekki afsakaðan á brandara en við bara vitum ekkert þig þú verður að opna þig sko. Svo náttúrulega tók hann svip gerði nýtt mím hvernig þessi maður svona mikið mím hann mímkongur algjör mímkongur sko, þetta bara eins og maður fá ekki velunin Hitchcock fekk aldrei velunin það var hendi, hann heiðus Óskar einhvern tímann bara hann fekk aldrei velunin ekki sem besti leikstjóri sko. og Spielberg reyndi hann gerði Color Purple bara sérstaklega til þess að fá Óskarinn fari ekki neitt hann þurfti að fara alla leið bara í hjarta Hollywood og gyðingarna bara með að taka helförina með syndaslist þá gerist það sko þannig að það bara fullt af fólki sem liggur algjörlega óbætt hjá garði hjá sér akademi og það sko, stundum örugglega eitthvað personal sko Ertu með lista? Mestu fórnarlönd akademíun? Nei, ég gleymi sér Chaplin til dæmis, hann fekk aldrei Hann fekk aldrei? Það er alltaf menn heiðusóskar sem þetta svona skuttlegi menn svona rétt á henni drepast sko. Var það ekki mynd það sem ég gerðu eða þú rifir þetta upp fyrir mér þegar ég var ungur það blev 14-15 ára þá deyr stórleikari sem heitir Heath Ledger hann nýbúinlega Jókerinn og hann fekk Óskarinn posthumously var það heiðusóskar eða var það Óskar fyrir Jókerinn? Ég hef aldrei efast að það bara verið fyrir framistöðun í myndinni hann var náttúrulega sturlaður ógeðslega góður var það ekki, það var fyrir Jókerinn ekki? Jú. Þetta var ekki svona heiðus Nei, hann hlaut velunin sem besti leikurinn hann var náttúrulega, hann átti það skilið hann var alveg, bara mér langar eiginlega að horfa svolítið gæli hvað ég langt sem ég horfði á þessar myndir sko, hann að Christopher Nolan Batman Já, en þetta svona þetta talaði að þetta hafi verið einhvern veginn þessi hátíð núna, hann ekki beint verið leiðileg en opaslega safe og svona einhvern veginn Conan O'Brien þóttum samt komast vel frá þessu hann rosalega bara góður í þessu hlutverki að hann einhvern veginn að ég veit ekki hvernig hann kannski engin Billy Crystal nei en hann samt alveg varanlega svona svo veit ég ekki sko hvort að það verður engin betur en Billy Crystal ever hjá mér sko hvað þetta heldur verið ég heldur bara verið 2 skipti sko mann finnst hann að vera var hann ekki oftar? Ég held ekki sko okay. og hann bara svolítið, þetta bara svo Sean Connery og Bond sko bara geggjaður hann kynnin Já, en þetta var svona samt og líka, en hann það er eitthvað svona Conan O'Brien náttúrulega sko höfundur sko, skrifaði Simpsons þætti og eitthvað svona sketsa fyrir aðra sko og hann með þessa mannlega taug sko, mjög fallegt alveg restina Martin Short, we love you sem að hann syrgir dóttur sína sem að svipti sér lífi nýlega, 42 ára gömul og svo náttúrulega Conan O'Brien beintengdur Rob Reiner harmleiknum þetta var nú gerist eftir partí hjá honum það tók nú á marga þegar Billy Crystal mætti og myndist þeirra Kastu horfðu á það, horfður á það? Já, ég var náttúrulega að gera það sko en hann náttúrulega það er líka fyrir aldrei farið fram hjá neinum sko þeir voru alveg vinir sko og hvernig Billy Crystal hefur talað þau hjón bara frá því að þessi hryllingur gerðist það hann laskaður eftir þetta sko. Svo var ekki bara Streisand líka að minnast Robert Redford hann talaði Jú, hann talaði að það var eitthvað random Jane Fonda var alveg brjál ég þekkti hann miklu betur en nú sem ég held að Jane Fonda hefur alveg sko, 2 legs to stand on í því sko en það var svona að tala sko, í þessum minningarkabla þá svona ligguði að það eins og það hefði verið að kasta reikonum bara yfir bara era í Hollywood sko bara var svolítið verið að kveðja
Good old Hollywood sko. Fannst það? Nei, það fólk að tala um þetta einhverju vitringar út í heimi mér þetta hafi verið svona tákrænt og svo skandallinn sem að enginn nennir að gera skandal hvernig getur verið með svona memoriam segment Óskarsverðlaunum og ekki nefnt Brigitte Bardot bara því hún var allt rætt nettröll í ellinni sko við erum frönsku stórleikur og bara fallegast að bara bomba bara síðari tíma sko og bara geggju og bara sko powerhouse í bara kvikmyndaheiminum og bara franskri kvikmyndasögu og allt þetta er fáránlega sko þetta er svona ekteimitt fyrir þessa tau í Hollywood eitthvað sópum henni undir teppið þegar hún hún fór eitthvað út af sporun í ellinni sko. Er þetta um góða fólkið það? Já, þetta er svona þetta pompur, þetta er náttúrulega ekki gott fyrir fimmura sko þetta er náttúrulega skárra heldur en menósferinn já, nákvæmlega komin heila ring en eitthvað sem þú vilt fara yfir Óskarinn sem að ég er bara með eitt umræðni sem að ég vil tafsa á áruna við að ljúkum eins og þetta get it off your chest, er það ekki Óskarstengt? Nei, það er ekki Óskarstengt nefnilega sko, þannig að ef þú vilt klára the Oscars þess vegna var ég að spyrja sko, því að ég fór yfir þetta sko, fyrir þátt sko, hvað mér langar að tala um Óskarinn og ég, svona fljótu bræði gat ekki fundið þetta sko, eitt sem að ég var náttúrulega ánægð með að stærsta mynd allra tíma fekk Óskarinn og þar að sjálfsögðu að tala um K-pop Demon Hunters og lagi Golden sem allir eru búin að heyra sem að svonuðin elskar eða ekki? Ekki? Nei, hann sko við Gussi, við heldum sko með Zootopia 2 sko, hún var tilnæmt líka ég þarf að sjá hana hún er ógeðslega góð hún er á Disney það er eiginlega að sjá hana sko en ég skil ekki í mér sko að við erum ekki búin að horfa á þetta K-pop þetta er ekki í nægum forgangi það er allir að tala um þetta við erum búin að gera það í marga mánuði sem í marga ár finnst mér jú, aðeins þegar sko hann Sean Fenrick einu sem skrópaði eru við ekki með neitt slúður eftirpartíum eða neitt slúðis? Jú, nú kem ég að því kannski, F1 stjarnan vinnuðin Brad Pitt, hann mætti ekki Nei, samt einn af framleiðanda heitir hún ekki bara F1 Jú, F1, jú og 7-time F1 World Champion and F1 producer Lewis Hamilton mætti heldur ekki Já Býtu nú, ok, ég skil, hann framleiti myndina þannig að hann hefði mátt með það en þú veist, ég meina og Hailey Steinfeld sem að söngkona og leikuna leikur líka í henni hún leik í Marvel leik Hawkeye, Dr. Hawkeye nei, vinkonu Hawkeye hún mætti ekki en Michael B. Jordan kom því út til skila að hún væri heima að gera sig klára fyrir eignar spann þannig að það meikar sens og svo var palestíski leikarinn Motas Malis sem var tilnæmdur leik í The Voice of Hind Rajab sem var tilnæmdur í erlendu deildinni hann tilkynnti á Instagram að hann hefði ekki getað mætta því að bannaðist Donald Trumps held honum frá the USA þannig að mátti ekki koma Vá, það er rosalegt og Tom Holland, okkar maður hann var eitthvað að þælast í einhverju partí en hann mætti ekki á aðtöfnuna en þar var hins vegar mynd eiginkona hans Zendaya ásamt Akkur mætti Tom Holland ekki á aðtöfnuna? Góð spurning sko en þannig að hún var þau í síðsjósunni með Robert Pattinson og hvað, voru þau ekki að kynntu þau ekki besta leikstjóran? Já og svo er það þínu menn sko Connor Storry sem er búin að vera heitast að heiti eftir þetta hockey Heated Rivalry hann er búin að vera gestgjafi í Saturday Night Live og var að kynna Actors Awards bara innan við sólarhring á Óskarnum aldrei vekja þannig að það voru svona aðdáendur Ottur og fleiri voru að gera svo vonum að hann myndi nú að láta sjá sig á Óskarnum en hann gerði það ekki það var bara Hudson Williams félagans sem var á hátíðinni en báðir voru hins vegar í Vanity Fair Óskarspartíinu þú veist
það sem ég gæfi ekki fyrir að fá að mæta í eitt af þessum eftirpart miklu frekar það eru sitja undir serið sko, það er skemmtilegt sko. Þú veist mest af öllum myndi ég satt að fara hérna á en hamborgarstað sem að þeir fara stundum og það var mynda Michael B. Jordan með 1-2-faldan og styttuna sína sko. Það var ekki eitthvað sem glemdi styttunni sinni þau eru ekki einn dag getur ekki gert það einhvern veginn 2 á tónum fara til Los Angeles þú veist, ég er ekki að segja kannski að við erum örugglega ekki að fara að fá miða Nei, kannski ekki en það gerir, það er samt óskað eftir sittins stundum, svona fólki sem bara sittur þarna hljótum að geta fengið miða og svo bara, myndum við bara þú veist, lýsa því sem að fyrir auðber kannski taka með okkur eitt svona ferða mikrofón og reyna að ná viðtölum við eitthvað stórstjörnur þú veist, halló sko. frekar að sneiga sér í partíu sko. ég hef ekki verið óskortnum en bæði betra ég hef verið í Cannes tvisvar sko og það komast sko rauði dreigillin sjá okkur bíómynd var öður sko en að komast í þessi partí að gegja sko aldrei veikja mig sko herru, þú minnst þetta Tom Holland er Óskarinn er hann off? já is it out? já, ég held að þetta sé voru ágætt já okay. ég held það, ég alveg með glósunar hérna ég meina við honum sáttir þú spáði One Battle After Another þessum sigri besta myndin, já, þú gerir það og ég meina, ég sá þessa mynd ég sá ekki alla myndina sem voru tilnæmdar en mér fannst One Battle After Another ég var hrifinn já, það var nú eitthvað gagnandi kannski á Guardian sem sagði að þú veist, þetta alltaf svo mynd sem var með svona mestan pólitískan brodd og líka eiginlega skemmtilegu sko já. Og það er líka samt, og auðvitað er þetta líka alltaf stór viðburður að Paul Thomas Anderson hafi þess að segja sko týndi sonurinn er loksins komin heim 55 ára með grátt í vöngum eftir 11 tilnefningar og engi verðlaun uppskar hérna loksins mér finnst að þetta er oft svona í ósköldum að það er svona eins og sé bara já, þú ert að hafa áhugir á Timothy Chalamet sko. Hvað má PTA segja sko. Þetta er ekki eins og besta myndina sko. en það verðist að vera bara eitthvað stemming í ósköldum eins og sé bara svona já, nú er bara komin þinn tími nú þú veist, Christopher Nolan með Oppenheimer fyrir eitthvað 2 árum eða eitthvað 3 árum svo ekki vera með Odyssey og tekur þetta aftur heldur það? Nei, menn af hverju ekki já, en geta alveg gæst Nei, og hérna og svo er samt búið að vera að dissa líka sko fyrir að hann get ekki sko verið með sko staðið einhvern veginn sterkur í pólitíkina alltaf Paul Thomas Anderson svona tónið þetta niður sem myndi skrifa þetta sem svona afsökunarbeiðni minna kynslóðar til kynslóðarbarnana minna en það er von í endanum og það var ætti heldur blaðum að spyrja hann hvað segir þessi myndum ástandið í dag og hvað er stöðum samfélag erum við ekki í partí? já, ok var þetta eftir partíð? Já, þetta var eitthvað junketi eftir eitthvað svona og svona einhvern veginn en svona þor ekki að segja bara já ég er hérna dissa hérna ég meina fasíska krabbamenni það vil ekki að taka af sér lífsviðu væri sitt sko. Nei, eitthvað er það er það sem Trumparinn er náttúrulega búin að vera svolítið duglega núna svona hóta fólki já, sérstaklega náttúrulega ef hans maður er að kaupa Warner þá er kannski best fyrir flesta á þegar atvinnumissi sko. já, þá sanna Mickey Rourke og Sean Penn og þessi gæjar mikilvægi sitt sko þeir þekna aldrei Heru, já, farði ég eitthvað skemmtilegra þessi Óskar er ekki þetta er ekki svo merkilegt þetta er svolítið bara svona þú veist, tala nokkrar sögur Timothy Chalamet sem er líklega stærsta stjarna myndir ekki segja, hann er einhvern veginn þú veist, við erum að fara að vera bara í næstu 30 árin í Timothy Chalamet landi ég veit það ekki sko hann er alltaf ógeðslega stór núna og hann réttir úr kútnum með hvað Dune 3 núna. Það er nákvæmlega sem við langar til að tala næst af því að þú veist að tala vonina þannig í lok myndarinnar One Battle After Another og við munum það fyrir svona 2 mjög þá var ég að tala að ég var svona með síðvetra debur og ég var ekki alveg að sjá hvað var eiginlega framundan einhvern í kvikmyndabransanum eitthvað sem að mér þætti spennandi skilur við það er alls konar gælumyndir í bíó núna og ég bara svona er ekki alveg herru, droppa ekki þessi 2 fínu trailer Dune 3 herru, ok, það er allt í lagi en trailerin sem ég er bara búin að vera með á heilanum það er Spider-Man A Brand New Day
hristaði upp í Marvel tróginu og sleikir út. Já, ég sleiki út sko. Tom Holland mæta aftur eftir sögurþráð síðustu myndar ef að hlustendur ekki búin að sjá hana mæli með henni ég meina þarna endar sú mynd einhvern veginn þannig að þú veist hann bara bestu vinnur hans gleyma honum geðveikur sögurþráður, ok, við segjum ekki meir þessi mynd sem bara snýst það bestu vinnur hans muni ekki eftir hann er bara einn senda ég ekki lengur skotin í bara hann gerir ekki neitt, hann er ekki að gera neitt nema vera Spiderman þetta er svo gott, þetta er svo góð svona hvað segir maður, þú ert algjörlega að taka hana karakter sem er búin að hluta þessu Marvel-heimi við hefum eiginlega aldrei séð hann í New York skilu almennilega, hann var búin að vera svona semi-krakki, nú er það komin í háskóla besti vinnars fór í MIT eitthvað og hann er bara eitthvað þú veist skilu, hann er bara eitthvað neginn í New York núna er hann að vinna á Daily Bugle allt þetta shit vera ljósmyndari þú veist Tony Stark döður bara þú veist þetta er ótrúlega svona rosalega smá svona drungalög tón, ekki alveg drungalög kannski en svona smá þingri miklu þingri tón í þessum trailer sko. Hver er vondurinn? Hver er villainin? Það er smá áhugjefni sko. Það verður að vera mjög margir villains en það er líklega einhver svona eitt svona laumi villain sem við vitum ekki að villan skilu að það sé Scorpio til dæmis og þarna kemur fram í trailernum að okkar maður, það er eitthvað að gera fyrir hann er að þróast, hann fer á fund með þetta kemur allt fram í trailernum hann er ekki að spoila henni hann fer á fund með Hulk Bruce Banner og er það Mark Ruffalo ennþá? Er það Mark Ruffalo? Já, Mark Ruffalo og spyr hann akkur út í aðeins að hann er að þróast hann er farin að skjóta vef út úr höndunum þetta er eitthvað human spider þetta er eitthvað teiknumynd sko. Þetta verður eitthvað Tobey Maguire Spiderman, hann skauti já, hann gerði það þannig sko. Þannig að þetta verður, ég held að þetta verði ég er spenntur sko. En við þurfum ekki að fá Arna Thomas Jó, það fyrir nú bara að vera full ástætt að kalla Arna Thomas út sérstaklega því að það síðast í réttu þá voru komin 2 þættir í Monarch Legacy of Monsters season 2 og það aftur, þetta er búið að líða langt á milli ég man að við Arna Thomas skemmt búið konunglegur þessu Kong Godzilla dæmi sko, með Russell Felkonum og því ég er búin að gleyma öllu bara í fyrsta þættinu bara King Kong running amok alveg snar brjálar, var hann hana? Þannig að ég bara bakkaði ég þarf einhvern veginn aðeins að bara anda og þetta er bara búin að vera svona með allt það er svo mikið í gangi, þú veist að hvert er að væri ekkert sko. Ég er ekki ennþá búin að tjekka á Jón Sherlock hans Guy Ritchie sem er satt að sé frábært svo er það Monarch og svo er Martials Þú er náttúrulega svo mikið áhuga svo öllu sko. Ég er bara Jón Sherlock ég er ekki sensi sér ég er náttúrulega hómsari sko. Og svo Martials hans Taylor Sheridan þetta er bara eitthvað sturlaðasta svona bara eitthvað start í áhorfi Er þetta svona gott? Ja? Nei, þetta er svo vinsælt ég er bara ennþá búin með fyrsta þáttinn og það er strax búið ákveð að gera season 2 Taylor Sheridan og svo held ég að þetta sé líka að byrja að tikka með Kurt Russell og Michelle Pfeiffer sem er beint Yellowstone Er það að koma? Já, 1943? Já, það heitir ekki áttal, það heitir eitthvað Er það byrjað? Ég held þessi byrjað ég held það sko Gæinn, Taylor Sheridan, er með bandarísku þjóðuna Í vasanum Bara algjörlega í vasanum sko. Algjörlega og við, þú veist og sko, ég var reyndar ennþá eftir að klára seinni seríuna Landmann Ætli ég mér ekki gera það samt sko. Smá heitvot Þetta er allt vestrar og það er náttúrulega bara þetta er bara eins og fólki veit bara verið með Íslendinga bara í vasanum með að gera bara njálu og eitthvað hrafni flýgur Ég er ekki svona skrítið að enginn hafi gert það enginn hafi tekið njálu og... Ég veit hún náttúrulega það er ekki auðvelt að aðlaga hana sko Ég hef aldrei séð hrafni flýgur Hún var í sjónvarpinu á sundag Já, þarf maður ekki að horfa á hana Jú, hún er alveg Þessi nýfur á að vera þungur Já Herðu, já, og það er þetta á Martials og svo er ég ekki búin að komast áfram í Paradise sem er Under the Dome dæmið á Disney Plus og ekki heldur í Cross og svo var að byrja spenntur í því Scarpetta með henni Nicole Kidman og Jamie Lee Curtis og þetta er byggt á bókunum Kay Scarpetta rétt að meina lækni sem að Patricia Cromwell hefur skrifað alveg ótal bækur og
þessu að droppa í heild held ég á Prime og ég hef búið með 2 þætti. Þetta er snilda. Þetta var lítið rosalega vel út og ég sé dóma að þetta muni taka sko mjög svona surprising twists and turns sko. Þetta er dark, gerist það sko hún er bæði yngri útgáfin Nicole Kidman, þetta gerist á 2 tímaskeiðum. Ég las þessi bók mann ég lekti eftir þessu en þetta skýtlúkar sko og Nicole Kidman í stuði og Jamie Lee Curtis, það er logoðu. Aldrei veikja mig. Þannig að við erum bara hressir og kátir. Já, hvað segir tellerinn hjá þér? 44. Ok. Þá eins og við séum að drífa. Svo er hann Ryan Gosling komin í bíó, Project Hail Mary sem allir að tala um. Það er allir að tala um hana. Ég er spenntur fyrir henni. Já. Ég er mjög spenntur. Ég er að vona að þetta verði ég er að vona að þetta verði svona þetta verði fyrsti hittari. Já, hittari sumarsins, ársins. Já. Nei, ég bara, maður hefur bara ekki komist í bíó bara í marga vikur og svo bara ég get ekki látið þetta líka, ég verði að segja þetta af því að það búið sem ekki að gera mér Law and Order Special Victims Unit 15. þáttur í verti 27 sem var sýndur síðast 5. var geggjaður, þetta er bara besti SVU þáttur bara sko í háherra. Það eru 15. þáttur 15. þáttur í seríu 27. Hvað eru margir þættir í seríu? 22. Hvað er þetta bara eins frá því þetta byrjaði? Er þetta bara margir? Gamla system var alltaf svona, það voru alltaf 22-24 þættir. Þetta er ennþá þannig? Já. Holy shit sko. Og Akkur var hann svo góður? Hvað gerist? Vegna þess að það er einn löggi sem er svona búin að vera í nokkur ár í SVU, hann Terry Bruno sem hann heitir Kevin Kane sem leikur hann, mjög sjarmerandi og huggulegur leikari, ég er búin að halda með hann núna í nokkur sísón og þetta er svona áhrifavalda, þetta er svona úlingstrákur sem er svona áhrifavaldur og er svona með fullt af miðaldra konum followers og hann er að kenna þeim svona einhverjar ballettæfingar og teyjur og mammans er á bakvið hann og er að rakin peningum svo er svona hvað heitir þetta, svona convention, bara hann Rómeó sko, og hann er þetta með mömmu sinni, svo kemur bara eldri kona, eða bara kona mínum aldri, kemur bara og kærir hann fyrir nauðgun. Og þegar löggan reist inn á hótelherbergi hans, þá sko er mamman dauð á gólfinu og hann horfinn, alblóður, finnst sko, og svo finnst Terry Bruno að þetta eitthvað skrítið og þá fattar hann að kellingin ljúið sér upp á hann. Hún stólkaði hann og var að misnóta hann og mamman kom að þeim og hún draf mömmuna og því að Bruno sko var misnótaður sem úlingur af vinkonum mömmu sinnar þannig að hann sko, hann opnar strákin sem er alveg klosslokað sko með segun sko, þú veist, það er alltaf lagi þetta er ekki þér að kenna, ég lendi í þessu sko og þetta er rosalega emotionally hlaðinn þáttur Jesus Christ og svo er svona hliðasaga, það er eitthvað svona vond kona orðin það er svona vondkona orðin Chief of Detective sem verður að grafa undan Benson og það er alveg að fara að mæta stálinstinn og maður verður svo reiður þú veist, ég er í svona 10 Law and Order SVU grúpum sko sem er alveg fullt af bandaríkjamönnum og bara strax á 5. sköldinu hvað er sísonið að búið? Ég hata þessa konu, hvað er þessa konu? Býtu, en hver þáttur langur eiginlega? Hvernig textum tróða svona miklum sögur Þetta er svona verið skrifað. Nei, þetta er náttúrulega bara basic sko, klukkutími með auglýsingum 60 mínútur með auglýsingum Já, þetta er alltaf þannig Þetta er svona 40 45 og svo við náttúrulega sjáum að Jesus Christ, þetta er rosalegt Ég trúi samt ekki að þið hafa eftir öllu þessu ár haldið en það í þetta format Hvað er bara 24 þættir í seríu? Já, þetta er network sko, þetta er ekki streymi sko, þetta er sjónvarpað. Þau hafa ekki teilt Netflix formúla gera bara 10 þættir. Það eru 6 season á Netflix af þessu. Eina sem að pyrra mér þetta er haldur svo gangi til 27 ár en það er verið alltaf að spara þannig að Ice-T er eiginlega aldrei hann poppar upp í þætti og þætti þannig að þeir eru að rótera leikurunum sko til þess að spara launakostnum sko. en Ice-T er slétt saman hann segir bara hann verði jafn lengi og Mariska Architect sko. jú. En mér finnst okkur í hardcore fanbase-inu fara að leiðast þetta nokkuð sko. Já, ég skil það Ertu eitthvað til íslenskt Law and Order samfélag?
Nei, ég hef ekki fundið það sko. En þeir lóma alltaf svona miðbygg top 10 á sjónvarpi Síman sko. Þannig að þetta fólk þarna einhvers staðar. Þú að stofna Facebook-síðu, kannski það toffólk bara. Já, kannski bara. Allir að það undir Lóðan Dórder. Ég auglýsi eftir Lóðan Dórder fólki, já, toffólki. Já, það hljóma mjög vel sko. Heyrðu, við erum flottastir. Já, ertu ekki verið nokkuð svo að við þetta? Ég allt í einhvern eufóría. Heyrðu, það segir eitt að ég búin að vera veikur sko. Já. Ég var búin að ákveða að hætta að reykja núna á laugardaginn. Þú ert hættur að reykja? Já, ég fekk náttúrulega ekstra hjálp við það með að vera veikur fyrir að liggja í kóma í 4 daga sko, og ennþá með hálsunum, en þá opnar ég með sko app yfir sko sem telur hætta að reykja dagana og áfengis og samkvæmt þessu appi yfir áfengið þá semst að ég er búin að vera edrú núna í 6 ár og 8 mánuði og appið meðan ég sé búin að spara á þessu 4,5 milljón. Vá. Já, eitthvað sem þú vilt ekki aðtöða sko. Já, ég ætti ekki að aðtöða þetta. Sérstaklega þegar ég setti viðmið, ég setti verðið á einni Gato Negro sko. Ég drakk eina þannig á dag sko. Hún alltaf, þetta var alltaf miklu meira. Það væri En ég satt ekki með þessa 4,5 milljón í vasanum sko. Nei. En ég er búin að fá eyða 4,5 milljón í eitthvað annað. Þetta er alveg veisla sko. Nei. Kannski verið 4,5 minn ekki rjúkandi rúst ef ég myndi hætta að drekka. Já, það sagði það alltaf aðfundunum. Bara leiðu hætta að drekka þá bara verður allt í lagi og bara peningarnir, bara áhyggjurnar fara að vera allt gott. Það virka aldrei sko. Þegar ég var að sitja þessa fundi. Nei, en hvað, vorum ekki að ræða allir sem svo stýrivaksta ákvarðanir Seðlabankans og svona á þessum aðfundum? Já, það var mjög misleiðilegir fundinir sko, það sem að leiðilegast að fólki kom saman þá gæti verið sko staðið í pont og grenja við því að Káir hafi verið að tapa 3. leiknum í röð að þvottaveilin væri biluð og eitthvað bla bla bla. En hvað segir að við gerum sér samning við 2 tónum við samstöðuna? Já, þá að við erum á samstöðinni. Já. Velkomin að Rauðaborðinu, þetta er Oddur Ævar og Þórarinn að tala kvikmyndir. Hvað svo leiðis? Ég var nákvæmlega að tala þetta. Já, þetta sé peningar að það. Er það ekki það? Nei, ég veit ekki. Lítur að vera. Já, svo. Þetta streyma inn. Já. Erum við ekki bara annars góður, eða? Er ekki bara næsta vika? Tökum við skulum reyna tökum þetta föstum stökka á Louis Theroux vagnin, en það væri bara fínt að segja þetta gott og bara ég veit ekki okkur svona þreytur, ég veit ekki hvort ég tengi, ég er allt ég er búin að vera góður, ég segja vel hlustundur, ég er búin að vera góður, ég er ekki að flýta með neitt, ég er ekki að fara neitt en allt í einu bara svona síðan 2-3 mínu þegar ég er náttúrulega veikur sko, svo veit ég ekki hvort að ég er með 150 milligram amfetamin í blóðinu eða 100 sko já, að taka 250 ég held ég að mögulega tekið 2 eftir hádegi sko, og stækka skammtinu 50 milligram. Hvað gerist þegar þú stækkar skammtinu? Ég meina, ég ætti ekki verið með hjartsláttartruflanir og svona ör sko. Verður ég bara varlega? Jú, en ég var svona gangráð. Nei, maður ekki, ég sagði við einhvern mann milli 1 og 2, það komið tíma á verketöflur og spýtt sko. Já, ég man eftir. Ég tók verketöflunar. Ég man ekki hvort ég tók spýttið, þannig að ég tók aðra hann 2 leiti sko. Jesus Christ. Þetta er út af veikindunum. En ég var alveg til að fá bara að halda árum að vera veikur þá vil ég næstu viku. Það er bara þannig. Og við bara byggjum hlustendur að hlífa þér og hugsa vel til. Já, endilega og fara varlega í óveðrinu. Það ekki. Það er næst búinstu við að vera báður lífi í næstu viku. Já. Það ekki. Jú. Þetta er loforð. Absolutt. Loforð sem við svíkjum ekki. Nei. Takk fyrir okkur. Þá næst. Verið bless. 2 á toppnum er í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunarstöðvar á 10 stöðum við Svermlandið og þar verður tekið vel á móti ykkur.